En til dæmis eins og þessi taska sem Gummi Kíró keypti. Einmitt. Hvað var í gangi þar? Hvað var í töskunni, hvernig datt þér þetta í hug? Hvað að frétta? Þessi taska náttúrulega bara iconic, myndi ég segja. Aðalega eftir þetta. Já. En þú veist, það fylgdi með þessu, þetta var náttúrulega bara, ég held að motivation í baku þetta sé bara publicity, sko. En þú veist, það var í þessu platan, skilur, á geisladisk. Hún var svona ekki einu svona tilbúin, sko, og hún var ekki masteruð, sko. En var svona góð, sko, á þessu tímamóti. Síðan var með VIP með þar á tónleikana mína, og hann rugl, og síðan alltaf bara taskan sjálf, sko. Alltaf kostaði fokki mikið að búa til þessa tösku í fyrsta lagi, sko. Hvert fer maður að búa til tösku? Það leyndamál. Ég veit það ekki nákvæmlega sjálfur, það minn coworker and umbóðsmaður Sigurður sem að græja þetta, hann átti fatamerki og rugl, hann með alls konar kontrata, en þetta hann sem að London. Já, þannig að þetta gæði. Þetta alveg bara Louis Vuitton gæði, sko. Já, Þannig að ég með langar eiginlega kaupa hana aftur, sko. Já, þetta komið þangað. Þetta var rosalegt að sjá allt í Gumma Kíró með þessa tösku. Það kom líka bara svona, taskan seld og allir bara, hver keypti tösku á milljón? Svo sér bara fólk bara Gummi Kíró mættur á okkur bekk, labbandi hálfskref, bara með tösku, allir bara svona, þetta var geðveikt. Gaurinn á peninga, sko. Boss up, sko. Það þurft að bara sína fólki hversu mikið bás. Já, hann ekki að borga 7 netgjur á láni svo við hérna. Var umbúðsmaðurinn á bakvið markaðssetninguna á þessu? Þú veist, bara við báðir, sko. Já. Með tónleikana og allt, þú veist. Og, fullt af dótið, sko. Við erum svolítið góðir, sko, þú veist, hann var ekki umbúðsmaður áður en við byrjuðum að vinna, sko. Við byrjum að vinna saman, ég átti að gera merch og hvað hann rugl. Og síðan vorum við bara að fá bara svo geggjaðar hugmyndir og þannig að ég bara, heyrðu, þú getur bara verið umbúðsmaður, skilur. Og síðan það bara búið að festast heldur vel, sko. Alltaf að plotta, við erum báðið með ADHD heiland, sko. Og þú veist, eitthvað fárálegt drasl. Þú veist, ég myndi hugsa bara ég myndi örugglega ekki ná að ganga með það í gegn. En við erum með hann bánsar, við bánsum þessu milli og lendum á okkur sem meikar furðulegan sens, skilur. Og þannig vinnum við það bara, sko. Það eru galnar hugmyndir sem eru skemmtilegastar, sko. Já, það búið að vera frekar gali hugmyndaflug í ár, sko. Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðu inn á broadcast.is. Fá þér áskrift.